Undanfarnar vikur hafa verið fluttar fréttir af aðkomu Bjarna Benediktssonar að félaginu Vafningi sem fékk hálán frá Sjóvá í gegnum aðra eigendur, en sá gjörningur nú til rannsóknar hjá sérstökum saksóknara. Bjarni segir einu tengsl sín við málið þau að hann fékk umboð til að veðsetja hlutabréf fyrir föður sinn og föðurbróður sem voru hluthafar í Vafningi. Bjarni var sjálfur stjórnarformaður og hluthafi félags sem átti í Vafningi í gegnum annað félag. Við ræðum þetta við Bjarna og líka þá sátt sem ríki stjórn og stjórnarandstaða reyna að ná í Icesave-málinu. En fyrst það viðtal við formann Sjálfstæðisflokksins. Bjarni Benediktsson sestur hjá Helga Seljan. Velkomin Bjarni. Við skulum byrja á þessu með þetta félag Vafning. Þetta hefur nú verið mikið til umfjöllunar í fjölmiðlum og þú hefur nú svo sem ekki mikið tjáðið þetta. Segðu mig bara í svona stuttumáli hver þín aðkoma að þessu því að auðvitað veit fólk núna að hluti af þessum viðskiptum núna til, minnst okkur hluti af rannsókn hjá sérstökum saksóknurum. Já, mín aðkoma hún nákvæmlega þessi að fara niður í Glitni með umboð frá hluthöfum í þessu félagi og veita Glitni tryggingar fyrir láni sem að Glitnir var að veita Vafningi. Aðra aðkomu hafði ég ekki að málinu, tók ekki þátt í samningum við Glitni þessa lánveitingu og var á þeim tímapunkti sem að ég mætti niður í banka, þá hafði ég ekki fulla yfirsýn yfir það hvaða eignir voru inn í Vafningi. Þannig að þú fer náttúrulega líka með umboð þarna sem að þú í raun veitir sjálfur fyrir þetta félag BNT sem þarna að minnstakosti óbeinn aðili að þessu öllu saman. Ertu ekki þar með þáttakandi í þessum viðskiptum á einn eða annan hátt? Já, býðu nú við. Hvaða viðskipti verið að tala um hér? Það sem hefur verið mest til umfjöllunar lánveiting Glitnis. Nú, ég samdi ekki hana en ég veitti Glitni tryggingu fyrir hönd annarra manna og eins og þú segir, fyrir hönd félag sem ég satt í stjórninni hjá. Þar gáttu þrír veitt umboð til þess að veðsetja og ég var einn af þeim og það allt eðlilegt í tengslum við það. Nú, það sem hefur verið til skoðunar að undanförnu meðferð bótasjóðs Sjóvár. Það eru nefndir til sögunar turnar í Macau og verslunarkeðjur í Bretlandi. Nú, ég hef aldrei haft neitt með kaup á turnum í Macau að gera. Aldrei verið inn á mínu borði. Get þessum ekki borið ábyrgð á því. Ég hef aldrei verið í stjórn Sjóvá, aldrei farið með eignarhluti Sjóvá og ætla ekki að taka á mig ábyrgð á því sem hefur gerst þar. Ég ætla heldur ekki að taka ábyrgð á því að keyptar voru einhverjar verslunarkeðjur í Bretlandi. Ég tek ekki ábyrgð á hlutum sem ég hef ekki haft á mínu borði. En svo ég spurði þig aftur, ertu ekki aðili að þessum viðskiptum engu að síður? Hvað sem þér finnst þín ábyrgð vera formlega hafandi vitað eða vitað ekki, ertu ekki aðili að þessum viðskiptum? Já, mín aðkoma að málunu nákvæmlega þessi sem ég að lýsa, að skrifa undir fyrir hönd aðila sem að veittu mér til þess umboð, tryggingar. Þú veitir sjálfu þig líka umboð? Já, ég sit í stjórn félags og það tvennt að velja. Hluthafi líka þar? Ég var hluthafi, ég átti 1% í þessu félagi á tímabili. Það var nú samt hellingspeningur, Bjarni, eða ekki? Þetta voru einhverjum 80 milljónir eða eitthvað, með það sem sagt í DFA, þessi hlutur, þannig að þetta hefur nú skiptið einhverju máli samt. Já, það alveg rétt hjá þér og á þessum vikum sem að liðu þarna í kjálfarið þá seldi ég þennan eignarhlut minn. En það annarkvort þannig að það fara 3 stjórnarmenn í bankann og skrifa undir fyrir hönd félagsins eða ég gera það einn með umboð frá öðrum og það var þannig sem við gengum frá málinu. Aðalatriðið þetta. Það sem umdeilt og til skoðunar hjá efnahagsbrotadeild saksóknara, ríkislögreglustjóra, eru gerningar sem að tengjast félögum, þar sem ég satt ekki í stjórn og hafði ekkert aðkomu að þeim ákvörðunum. Og það er heildarhlutin, þess vegna er að spyrja þig, Bjarni, því þau tengjast auðvitað viðskiptum með félag sem þú tengist, því þetta fer allt inn í Vafning. Þess vegna er ég að spyrja þig, varstu ekki með þessu aðilega þeim viðskiptum, hvort sem að þú vissir af þessum turnum í Macau eða ekki? Mér var kunnugt það að hlutabréfin í Glitni þurftu að fást endurfjármögnuð. Mér var kunnugt það voru viðræður við Glitni að fá slíka endurfjármögnun. Það Glitnir sem að semur við aðaleigendur félagsins þessar ákveðnu tryggingar sem að koma þarna inn. Glitnir metur þessar tryggingar fullnægjandi. Ég kom ekkert að þeim samningaviðræðum. Það hægt að gera þetta tortryggilegt ef menn vilja gera það og segja, já, sá sem kemur með umboð frá öðrum og sá sem situr í stjórn félag sem á lítinn eignarhlut í þessu félagi, já, hann ber leið ábyrgð á því að það skuli hafa verið keypt einhver turn í útlöndum. Vissir þú ekki fyllilega hvaða umboð þú varst að veita? Jú, algjörlega skýrt, Helgi, að Glitnir fór fram á það að fá tryggingar sem að hann mat fullnægjandi. Það þurfti mína aðkomu, annars vegar vegna þess félag sem ég satt í stjórn fyrir
og síðan tók ég það að mér fyrir aðra sem voru ekki á landinu að skrifa undir fyrir þeirra hönd og það auðvitað þannig ef að þú biður mig að skrifa undir kaupsamning þar sem þú ert að kaupa hús, þá það gert á þín ábyrgð og ef þú borgar stendur síðan ekki skilum, þá það ekki mitt mál, heldur þitt. En þú ert að tala þarna voru ábyrgðirnar að hluta til frá hinum aðilunum sem tengdust þér ekki, voru þessir gjörningar, til dæmis þessi turn í Macau, það tengist þessu öllu saman. Það eru sem sagt eignir sem að bankinn samþykkir sem tryggingar fyrir sínu lánveitingum. Þannig að þú vissir ekkert að því hvað samstarfsaðilar ykkar voru að koma með inn í þetta? Nei, mér var ekki kunnugt það að það hafi orðið niðurstaðan í viðræðum við bankann að þessar tilteknu eignir hafi verið lagðar inn í félagi til tryggingar. Og þú voru áttað á því að ég satt ekki í stjórn þessa félags og var ekki þess vegna virkur þáttakandi í þessum viðræðum. Þannig að þér var ekki fullilega ljóst hver heildargjörningurinn var þegar þú gerir þetta? Mér var ekki ljóst hvaða kröfur bankinn hafi gert tryggingar fyrir sínu lánveitingum. Annað í þessu, að því að þú ert auðvitað, þú sast í stjórn, varst stjórnarformaður í þessu félagi BNT sem á í gegnum annað félag sem ég skilst nú reyndar að sé orðið gjaldþrota núna sem þáttur, átti þetta vafning, þetta félag vafning. Segjum sér svo að þessi gjörningur með þáttöku bótasjóðs Sjóvár frá þessum samstarfsaðilum, að hann hefði gengið upp og menn hefðu hugsanlega grætt á þessi einhverja peninga, hefðir þú ekki sjálfur hagnast á því? Nei, ég hef nú ekki getað gert það. Hvers vegna ekki? Vegna þess að ég var löngu búinn að selja mig frá eignaraðild að þessu félagi sem átti þessi langsóttu tengsl við þátt sem þú ert að nefna. En það hefði farið, engar síður þessi eignarhluti þinn, hann hefði átt tilkall til einhverja peninga, hefði verið gróða þessu? Ef að það hefði komið gróði út úr viðskiptunum við Glitni, að þá hefði sá gróði endað hjá öllum hlutunum, einhver hluti hans hefði endað inn í félagi þar sem ég var stjórnarformaður. En það einmitt á þessum tímapunkti sem ég að selja mig frá þeim eignarhlut. En hann hefði engar síður, hefði hagnaðurinn einhver leiti endað hjá þér að því þú ert lítið hluta af þessu félagi? Helgi, ég ætla ekki að draga dul á það að allt það sem ég var að gera fyrir hönd hluthafana sem stjórnarformaður í félaginu voru við að gera til þess að hafa af því einhvern ávinning. Og þannig gerist það nú í heimi viðskiptanna að menn eru að sækja einhvern ávinning af því áhættufé sem menn tefla fram. Það var þannig með mitt áhættufé sem ég hafði lagt inn í þetta félag og hina 7 milljarðana sem að hluthafarnir hafði hætt til þess að stofna BNT á sínum tíma. Menn eru að taka áhættu í viðskiptum og eru að reyna að fá okkur ávöxtun og sitt fé. Þú selur engar síður hlutin eftir að þessi gjörningur er framkvæmdur, eða ekki? Jú, á árinu 2008, fyrsta ársfjórðungi, þá var ég búinn að ákveða að gera það og það gekk eftir þessum vikum í kjölfarið á þessum gerningum. Ég smám saman sleit tengsl við atvinnulífið og hætti í stjórnum haustið 2008. Þú ert inn á þingi þegar þetta er gert og þú ert að segja mér það núna að minnstakosti þessi hlutur sem að þú hefðir átt hefði getað skilað einhverjum, það hefði getað komið þar inn einhver hagnaður út á hann í þessum félagi í gegnum þessa nokkuð flóknu fléttu. Ertu ekki svolítið erfiðri stöðu, verandi að segja mér það núna, þegar að við vitum það að hluta til var þetta fjármagnað hugsanlega samkvæmt þessari rannsókn með bótasjóði Sjóvár? Nei, mér finnst það ekki. Aðkoma mína málunni er algjörlega skýr. Þeir hluthafar sem áttu þessi hlutabréf í Glitni höfðu starfað áður saman hjá Glitni sem hluthafahópur. Þeir seldu sig allir út á sama tíma þegar Jón Ásgeir og FL Group og þessir aðilar tóku félagið yfir. Eftir satt tæplega 7% eignarhlutur í Glitni. Hann var á þeim tíma 28 milljarðar virði. Hann var síðan auðvitað á endanum 0 krónu virði. Og það skilur auðvitað eftir sig eitthvað sár í efnahagsreikningum þessara félaga. Mín aðkoma því máli í gegnum BNT er afskaplega takmörkuð. Við vorum mjög lítill minnihluta aðili að þessari hlutafjáreign. Aðal eigendur félagsins eru þeir sem að gengu frá þessum viðskiptagerningum. En í ljósi þess að þú ferð inn með þetta umboð og ert að semja fyrir hönd samstarfsaðila þinna sem eru faðirinn og föðurbróðir í þessu tilfelli, við þessa menn, Karl Vennesson og þá í Milestone og þá sem tengjast í, er þá ekki nokkuð ljóst að þeir voru að blekja ykkur? Ég vil ekki meina að þeir hafa verið að blekkja okkur og þeirra mál eru einfallega til rannsóknar og ég ætla ekki að fella neina dóma það hvernig þau mál koma út þegar rannsókninni lýkur. Það er búið að setja 12 milljarða peningum í gegnum Glitni inn í Sjóvá eftir hennar gjörning. Það bendur ekki til þess að það hafi nú verið allt í lagi hjá þeim. Nei, við skulum sjá hvað kemur út úr rannsókninni, hvað varðar það að menn hafi farið á svig við lög. Ég ætla ekki að fella neina dóma í því efni. En þeir peningar sem að ríkið hefur sett inn í Sjóvá
hyggi að fáist allir endurheimtir, það það sem ég les af tilkynningu frá Sjóvá það hvernig gengur í því félagi í dag. Annað varandi þetta, það staðan á þessum félögum í dag. Þarna erum við að tala eignarhlut, sem þú sagðir, voru 28 milljarðar sem voru, þetta eignarhlutur í Glitni og það hérna fengið lán þar og eitt af þessum félögum sem þáttur sem að þú átt í gegnum þessa fléttu eitthvað hlut í og þessi samstarfsaðilar þínir, meðal annars fjölskyldaðinn. Hver staðan á þessu núna? Þegar nú var þetta fjármagna með lánum, ekki einsýnt að það þarf að fella niður og afskrifa hluta þessu? Já, það auðvitað einsýnt með þátt sem að hélt fyrst og fremst utan hlutabréf í Glitni að það félag dautt. Þú talar að þetta hefði allt verið fjármagnað með lánum. Það nú ekki alveg þannig, vegna þess að þegar lagt var á stað þá voru 28 milljarðar inn í því félagi. Þeir skiptust auðvitað misjafnlega niður og inn í það félag þar sem ég satt í stjórn var afskaplega lítið brotabrot af heildar hlutafjáreign þessa félags. En ég spyr þig aftur, er ekki mikla líkur á því að það þurfi að afskrifa skuldir sem að koma á til dæmis þetta félag eins og Þátt sem voru þar inni? Jú, það er alveg klárt að eignin sem að var mjög mikils virði á sínum tíma, hún er horfin og það eru engar eignir til þess að mæta skuldunum sem að eru á móti, það er alveg rétt yfir. Og hvernig lítur það út fyrir þig? Þegar þú átt hluta þessu? Nei, ég á engan hlut í neinu af þessum félögum. Ekki einu einasta. Þú áttir á þeim tíma þegar þessi viðskipti fóru frambjarni, þá áttir hlut í félagi sem aftur átti hluti í öðru félagi sem á þetta félag. Þú sast í stjórn í einhverju félagi sem heitir Máttur á einhverjum tímapunkti frá 2007 og þar til þú hættir afskiptum og það á þessum tíma sem þú ert þar. Þannig að þú kemur að þessu svona raun og vera á tvo vegu þó að auðvitað sértu kannski ekki sá sem að stjórna þér frá degi til dags. Já, sko Helgi, mín aðkoma að þessum viðskiptagerningum öllum var fyrst og fremst í gegnum þetta hlutafélag BNT og megin tilgangur þess var að kaupa og reka gamla SO sem við breyttum yfir í N1. Það félag gengur mjög vel. Þessi fyrirtæki og tengd fyrirtæki eru hins vegar ekki ósnortin af því efnahagshruni sem hefur átt sér stað á Íslandi ekki ósnortin af því að hér hefur verið mjög hátt vaxtastig, ekki ósnortin af þeirri miklu verðbólgu sem hefur hér verið og að sjálfsögðu hafa þurft að taka á sig mikinn skell eins og öll önnur fyrirtæki á Íslandi vegna hruns krónunnar. Það skapast að því vandræði, það fyrir núverandi stjórnendur og eigendur félagana að greiða úr því og ég vona að þeim takist það sem allra best. Það ekkert varandi mína aðkoma þeim málum sem að ég tel að standist ekki skoðun. Þannig að þó að þú hefur verið þáttakandi í þessum viðskiptum á einhverjum tímapunkti, þú óumdeilt ferð þarna inn í Glitni með þetta umboð og ert að vasast í þessu að einhverju leyti, það þarf að afskrifa skuldir, ert að segja mér núna, ertu ekki í slæmri stöðu út af því? Hvers vegna skildi það vera? Ég hef sem stjórnarformaður í þessu félagi tryggt Glitni veð sem að bankinn sjálfur hefur metið fullnægjandi til þess að lána þessa fjármuni. Nú, þessi banki sem prívatbanki og núna komin í hendurnar á kröfuhöfunum, hann tapar sínum útlánum í þessu tilviki, það auðvitað mjög miður, en það líka eðli bankastarfseminnar að taka áhættu með sitt fé og taka fyrir það ákveðna þóknun. Bíddu Bjarni, ert að segja mér sem sagt að þú lítir á það þannig að þó að einhver business sem þú átti þátt í hafi leitt til þess að einhver banki tapaði þá sé það bara allt í lagi að því að bankar séu í eðli sínu þannig? Nei, bíddu nú við Helgi. Þú ert að segja það? Já, ég að segja þér það að það lagt á stað upp í þennan viðskiptagjörning með veð sem að bankinn sjálfur hefur metið fullnægjandi. Hann fær verulega miklar tryggingar fyrir þeim lánum sem hann veitir. Þær tryggingar hverfa síðan vegna þess að þessi sami banki átti í hlut, hann fór á hausinn. Þegar hann fór á hausinn þá var gengi bréfanna held ég í kringu 16 en var það á einum degi 0. Við það verður til óbætanlegt tjón sem að bankinn og kröfuhafar hans og hluthafar sitja uppi með. Á hinum endanum eru þeir sem höfðu hætt sparifé sínu í kaup á bréfunum og þeir töpuðu á endanum 28 milljörðum. Það eru hluthafarnir sem áttu þessi bréf í Glitni. Það er þeirra tjón. Þannig að þeir eru ekki að verða fyrir minna tjóni heldur en bankinn og mér sýnist miklu meira. Eitt svona árið ljúkum þessu. Sko, hefurðu verið í einhverjum samskiptum, átt einhverja fundi með eigendum Milestone eftir að þessi mál komist í hámæli? Hefurðu fengið einhverja skýringar hjá þeim til dæmis á þessu? Ég hef ekki setið neina fundi með stjórnendum Milestone. Ég hef hins vegar upplýsingar það að blaðamenn hafa haft samband við þá. Þeir hafa greint mjög skilmerkilega frá mínum hluti í málinu. Það er mjög lítill áhugi fyrir því að greina frá því hvernig þeir skýra mína aðkomu að þessum málum öllum og ég segi nú bara sem svo, ekki komið tími til þess að menn beri þær spurningar sem hér eru hafðar á lofti upp við þá menn sem átti í hlut og þegar þeir hafa svarað fyrir sig
að menn greini þá frá því en haldi ekki áfram að halda mér í umræðinu sem einhverjum lykilmanni, sem einhverjum fyrirliða í þessari fyrirtækjagrúppu þegar staðreynd málanna allt önnur. Þeir stendur til boða að setja í sætinu sem þú ert í. En ég meina það alveg sama hversu oft ég á forsíðunni í DFF. Ég keypti engan turn í Macau og átti ekki aðkoma því að fjárfesta í Bretlandi. Ég hef engar ákvarðanir tekið fyrir Bótasjóð Sjóvá sem að menn vilja núna fá að vita meira vegna þess að hann til rannsóknar. Þú varst þátttakandi í þessum viðskiptum eða eitthvað? Ég spurði þig 3 svaraði á hann. Varstu það ekki? Með einhverjum hætti? Það alveg augljóst, Helgi, að það eru eignatengsl á milli félagsins sem að ég satt sem stjórnarformaður í og Vafnings. En inn í það félag voru lagðar eignir sem komu ekki frá félagum sem ég stjórnaði. Annað, þú ert, skulum byrja aðeins á varandi ISAFE. Það hefur ekki alveg legið skýrt fyrir að minnsta kosti frá yfirlýsingum þínum undanfarnar vikur. Hvaða sem að þú vilt nákvæmlega gera varandi ISAFE? Það svona, þú hefur talað að það þurfi að finna einhverja nýja leiðir, þú greiddir atkvæði með þjóðaratkvæðagreiðslu, svo virtistu frekar vilja það að menn myndu fara að semja áður en það kæmi til þjóðaratkvæðagreiðslu og það lendi ekki fara í hana. Segðu mér nú bara nákvæmlega hvaða sem að þú vilt að menn geri varandi ISAFE. Hvaða niðurstöðu sættir þú við því? Við erum að leita eftir sanngjarnari niðurstöðu. Hvað felst í henni? Það felst í því að menn leiti málamiðlunar það hvernig að dreifa því tjóni sem varði í þessu máli. Þingið veitti ríkisstjórn umboð til þess að leiða viðræðurnar til lykta. Ég stend ennþá við það umboð sem að ríkisstjórn þess tíma var veitt. En ef að Bretar og Hollendingar ætla ekki að sýna okkur neina sanngirni, beita okkur bolabröðum og þvinga okkur til niðurstöðu þar sem að þeir komast upp með það að fá það sem að þeir telja vera kröfu á okkur að fullu greidda með vöxtum og við eigum að bera allar byrðarnar af göllu regluverki Evrópusambandsins, þá segi ég einfaldlega nei. Það ekki slíkt umboð sem að ég veitti sem þingmaður til ríkisstjórnarinnar til að málið yrði leitt til lykta. Og það rangt sem að haldiði fram að við séum stöðugt að skipta skoðun. Við vorum þeirra skoðunar á þinginu og það ætti að fara með málið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þingið felldi það. Sú þjóðaratkvæðagreiðsla, hún mun fara fram samkvæmt lögum 7. mars nema menn sjáuð ljósið núna, Bretar og Hollendingar og ríkisstjórnin sem hefur haldið áfram að berjast fyrir niðurstöðu sem að þjóðin vill ekki sjá og leiði fram niðurstöðu í málunni sem einhver sanngirni í. Það engin sanngirni í þeim samningi sem við höfum á borðinu. En ertu þá að tala að við greiðum þetta lágmark til þess? Já, sko, það alltaf spurt að þessu. Já, erum við tilbúin til þess að greiða lágmarkstrygginguna? Ég svara þessu þannig að það skiptir engu máli. Ef að það leiðir ekki til lykta málsins að lofa þessu, nú þá ætla ég ekkert að lofa því. Ég að leita lausn. Við þurfum að ná utan máli í heild sinni. Hvað viltu ganga langt í þessum samningaviðræðum? Ja, það er upp fyrir þetta lágmark? Já, það auðvitað þannig, Helgi. Þú verður að viðurkenna það að það óskynsamlegt af mér að úttala mig það sem ég teldi koma til greina, bæði í viðræðum mínum við ríkisstjórnina og eins gagnvart Bretum og Hollendingum, að vera að tala það hér í beinni útsendingu, hvað það sem að við myndum á endanum telja ásættanlegt. Aðalatriðið það, við erum í alvöru viðræðum við ríkisstjórnina, en við finnum ekki fyrir vilja hjá ríkisstjórninni sjálfri til þess að standa í lappina og verja íslenska hagsmuni sem hefur verið að traðka á í þessu máli. Bretar og Hollendingar hafa ekkert lagt að mörkum. Það að berast núna óljósa fréttir af því að okkur standi eftir vill til boða fjármögnun sem á betri kjörum heldur en Bretar og Hollendingar sjálfur eru tilbúin til þess að veita. Það algjörlega fráleitt. Þessar þjóðir ætla sem sagt engu að kosta til þess að leysa þetta mál. Og ef það endanlega niðurstaða og afstaða þeirra, þá ég ennþá tilbúin til þess að bjóða þessum mönnum einfaldlega þetta, og þá skulum við leggja málið fyrir hlutlausan úrskurðaraðila, gerðardóm eða eitthvað annan, þá þurfum við bara að skera úr þennan ágreining fyrir hlutlausum dómstólum. Og það kann vel að vera að málið endi þannig. Þannig að þú ert að skipta skoðun frá því sem þú sagðir í desember í fyrra að það væri ekki hægt að fara þessa dómstóla, því það væri hægt. Nei, ég hef ekki skipt skoðun, Helgi. Ég sagði þá, það betra að semja heldur en að fara dómstólaleiðina. En ef ekki hægt að semja við þessa menn, ef þeir ætla bara að fá allt sitt og gefa ekkert eftir, telja sig að kröfu okkur og þeir fá hana með fullum vöxtum og verðbótum, og þá verður engin samningur. Og þá, þegar að menn ná ekki saman, þá leggja menn ágreiningi fyrir dómstóla. Í desember 2008 sagði ég, við skulum núna meta hagsmuni okkar. Mitt mat var það að það væri betra að fara samningaleiðina, en ég útilokaði það ekkert á þeim tíma að við getum lent upp á skeri með samningaleiðina. Það tækist engin niðurstaða. Svona í lokin, Jóhanna Sigurðardóttir var hérna í viðtali í gær í tilefni af því að þessi ríkisstjórn, með smá breytingur reyndar, hefur verið starfandi í 1 ár. Það er ár síðan að þinn flokkur datt úr ríkisstjórn. Þið hafið kvartað yfir því að það hef ekki nægilega mikið verið gert. Segjum sem svo að þú myndir yrðir forsætisráðherra á morgun. Hvað það fyrsta sem þú myndir gera?
Ég myndi Helgi leita meira samráðs við hagsmunaaðila og inn á þinginu. Ég tel að þingið sé í ákveðnu uppnámi og því haldið stöðugt í spennitreyju með því að það eru sett á dagskrá mál sem engin sátt getur tekist Við sjáum það núna til dæmis í sjávarútvegsmálum og það hótað fyrningaleiðinni og útvegsmenn eru allir á háasíðunni yfir því að við erum annars vegar með einhverja sáttanefnd og hins vegar eru við mál í þinginu sem að gera allt brjálað eins og skötuselsmálið dæmi Ég myndi að sjálfsögðu leggja allt kapp á það að hefja hér verðmæta sköpun í landinu. Til þess þurfa menn að vera tilbúnir til að greiða fyrir framkvæmdum sem áhugasamir aðilar vilja koma á stað. Ríkisstjórnin er síðast í þessari viku að sýna það og sanna að hún er ekki tilbúin til þess að greiða fyrir slíkum verkefnum. Við sjáum það líka á skoðanakönnunum að þeir sem hafa þurft að leita þeirra úrræða sem að ríkisstjórnin hefur boðið upp á eru að uppistöðunum til óanæðir og telja þau ekki duga. 90% það bil þeirra sem tóku þátt í könnun ASÍ segja úrræðin sem þeir bjóðu upp á duga ekki. Við höfum sagt síðan síðasta sumar, síðan við teldum fram okkar efnahagstillögum, það eru mörg erfið mál hér, skuldavandi heimilanna er eitt, þar þarf að leita þverpólitískar sáttar. Það er hægt að fara margar mismunandi leiðir en langskynsamlegast að aðilarnir komi saman að lausn þess máls. Ég er alveg tilbúin til að viðurkenna það að það hafa auðvitað allir flokkar eitthvað til síns máls við lausn málana. En ríkisstjórnin hefur valið þann kost að ala á sundrungu við lausn stærstu viðfangsefna þingsins, þá bæði við atvinnuuppbygginguna, þá við skuldavanda heimilanna, þá við Icesave-málið, við munum eftir því hvernig Evrópusambandsmálið var kert áfram, við þurfum að fara að halda þannig á málunum að það skapist eitthvað sátt og friður og fólk finni það þarna út í frá að þeir sem eru inn á þingi séu að vinna þar fyrst og fremst til þess að gera þjóðin eitthvað gagn. Þakka kærlega fyrir komuna í Kastljós, Bjarni.